Já, hæ Meja. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur. Svona hvað næst 3 mánuðir, eða svona cirka. Ég ætla svona að sjá hvað kemur í spilunum. Hvað svona ykkar energy og svona eitthvað. Bara hvað svona framundan, eitthvað. Og ég var búin að draga hérna oracle-spil frá Isis. Og þið fengu þetta hér. Goddess of 10,000 names. Já, þið eru kannski svolítið gömul sál. Lifa mikið past life, sem hver hérna getur verið. En já, ég er allavega með svo á Facebook og Völsbá. Þá er ég með hérna sem ég geti lesið frá þessu. Og geti ég náttúrulega líka bara pása hérna og lesi hérna. En það sem ég finnst með þetta hérna hjá okkur með að þið eru svona svolítið svona bara að finna ykkur svolítið núna svona hvert er að fara og svona já þið hafa kannski svona verið svolítið svona sett ykkur svolítið í kannski ekki alveg í fyrsta sæti og svo núna er þið svolítið bara svona að gera hluti, svona alls konar hluti og svona, hvað næst? Það er bara svona, hvað langar mér að gera næst? Það verður svolítið svona þessi hugsun hjá okkur á næstunni. Og ég ætla að lesa hérna. If you have felt constrained by a role, name or identity and are wishing for assistance in growing beyond it, or if you have sensed a new role or identity calling you into greater expression and would love some divine help in that growth. This oracle indicates to help you need is already within you, urging your growth from within. Það er svona eitthvað sem er að kalla á okkur að gera eitthvað. Það getur verið bara eitthvað svona, já, bara eitthvað svona hugmynd sem við fáið og þið verðið svona að framkvæmna og svona að leita í eitthvað og það bara getur verið bara að fara í ræktina eða svona, finna svona eitthvað svona áhugamál kannski. Og sálinn hjá manni oft bara segja manni til. En já, svo fannst mér líka að ég þurfa að lesa þetta hérna fyrir ykkur. Þetta er svona Live Restored og það er svona, ég ætla að lesa þetta fyrst. Spiritual resurrection is gifted to you now. Whatever part of your life you thought to be dead is being reviewed and will flourish back into life. Just as the phoenix rises from the fire, transition from death into life, so too will you rise again, healed and renewed. Það er bara svolítið svona þessi andi sem að ég finn hjá okkur. Það er bara eins og það sem áður var, það er bara svona, það er bara komið nýtt. Þið eru svona bara nýju staða, nýju tíma eða eitthvað nýtt tímabil. Það er bara svona, það er svona urge að gera eitthvað. Þeir eru bara svona, já, svona að klára eitthvað kafla, eitthvað verkefni eða eitthvað svoleiðis sem er í gangi, sko. Og já, þeir eru kannski búin eru í kannski Phoenix Rising eða svona úr ösku, já, eldinn í öskuna og svo bara nýju þið, kannski. Það er bara svona, já. Ég veit ekki hvernig ég útskýri þetta alveg, sko. En það er svona nýtt, alveg nýtt að koma hjá okkur. Og mér fannst líka eins og líka hjá okkur með að þeir eru búin að bíða eftir einhverju útkomu, bíða eftir einhverju svari. Og svona, og þeir eru búin að vera svolítið að bíða alltaf eftir einhverju. Það er núna búið með þennan kafla, sko. Þið eru ekkert að bíða lengur. Þetta fyrir alltaf að rúlla, sko. En já, við skulum hérna fá meira. Ég ætla að fá stjörnumerki fyrir ykkur Meja. Fyrir Mejuna. Það er svona að vera að veita Mejuna á næstu 3 mánuði.
Og þið fáið Skorpíó og Ljón. Já, hvað er þetta? Já, Merkúrí og þetta er... En eins og ég segi hérna, þá geti eitthvað svona í nóvember, eitthvað kannski fréttir eða eitthvað hlýr sko sem eru búin að vera að bíða eftir. En það er svona eins og það taki svona eitthvað breytingar og svona, eða ekki breytingar heldur, og þið svona taki ákvörðunum með eitthvað eitt á nóvember sem við ætla að gera. Ég veit ekki hvað það er, kannski hjá einhverjum. En það er svona, já, þetta verður bara, nóvember verður svolítið eitthvað svona verið að gera, svolítið. Og ég ætla að fá chakra hjá okkur, hvað þeir eru svona einblín á eða eitthvað svona, er eitthvað, kannski blokkun eða eitthvað svona sem þeir eru einblín á hjá okkur að meðja. Og það er bara vinur, fjölskyldan og svona grunnurinn bara, húst. Það er alltaf að vera góður grunnur og öllu. Svona, og það eru kannski alveg þar, en þið fáir út því hvað þurfi kannski að bara að meditata á rúð, og það er rauður. Það er svona rútin, eins og rútin og lífstrénu, og svona bara meditata á það, skilu. Það er bara svolítið svona að gránda sig, vera svolítið bara niður á jörðinni og svona eitthvað svoleiðis. Kannski hafi verið svolítið mikið ofhugsa og svona út allt með hugsunum ykkar. En ég ætla að fá líka hérna hjá okkur fyrir megina. Já, nú er ég eitthvað að hugsa. Það fá eitt fyrir megina. Það er nú hausinn minn, sko. Eitt fyrir megina. Eitthvað sem þau þurfa að vita að sjá og heyra. Já, þið fáið þetta hérna spil. Það er, já, það er svona, eins og ég var að tala um nýrkafli, það er svona að vera að plana kannski eitthvað, kannski eitthvað ferð eða eitthvað, þetta verið, þetta er númer 22, þetta er, já, Vogin. Það er kannski eitthvað góða fréttir eitthvað með eitthvað. En ég ætla að lesa úr bókinni. Það er númer 22. Paths. The path place you in front of decision. However, they also express that there are alternatives and ways out, and that you have to make a choice. Já, það er eitthvað svona, eins og mér fannst eins og þeir eru að vera að bíða eftir einhverju, sko, og svo þurfa svo að taka ákvörðun, sko. Þetta er náttúrulega númer 22. Ef við sjáum þetta, kannski pásið. Pásið þetta og lesið. Og það er, já, það er bara svona, þessi andi hjá okkur, og það er kannski svona, næstunni verður þetta svolítið þannig, og mér fannst þið svo, að svona nóvember getum við bara að sjá hlutunum svolítið betur, svona hvað við getum móða úr kannski eða eitthvað, eða hvað þið ætla að gera. En já, ég ætla að fá meira hérna, ég ætla að fá englanúmer fyrir ykkur.
Já, það kannski eitthvað sem búið að vera svona ángrökkur svona og þið svona, já, vitið þið þurfa að taka eitthvað ákvörðun eða eitthvað með eitthvað. En já, það fá, það er tölur á þessu hérna. Ég ætla að nota tvö spil hérna, orgelspil og það verður englanúmer ykkar. Það er tvö svona fyrir ykkur, meja. Ef þau voru að bíða eftir einhverju fréttum, þá er það bara góða fréttir. Eða góð útkoma. Ég ætla að fá tvö fyrir megina, bíjan. Já, þið fengu þetta bara þetta. Númer 8. Þið fáið þetta hérna. Og light. Númer 19. Svo að englanúmer ykkar er 819. Eða 9. 819 eða 9. Og þið googlið það bara á netinu og skrifið angel number, meaning og töluna og þá fáið þið útkomur sem að ykkur ætla til að heyra. Það getur verið misjafnlega, það er ekki sama hver hvað, en það er eitthvað sem þið þurfa að heyra þar sko. Já, eins og mér finnst með þessu spilu þá finnst mér eins og það er eitthvað svona bara að ræta sem þau eru búin að vera óskaptir. Eða þá er að bíða eftir. En ég ætla að fá þetta meira líka. Fyrir megin og hvernig sjá að vera þetta. Það eru krabbamerki hérna, krabbifiskar sportryggi. Það er fyrir megina. Já, svo fáið þetta nummer 16. Flowers. Flowers usually mean happiness. You love nature and its gifts. You are both helpful and generous person and your bright future awaits you. You inspire others and are a friend of many. Það er bara hérna nummer 16. Sko þið fáið 15 og 16. Þannig ég ætla að þið getur kannski að lesa þetta líka. Og það segir mér bara, sko, næstu mánuðina verður svolítið, eða næstu 3 mánuði verður svolítið bara svona innan fjölskyldu og það getur verið, þú veist, að bætast í vinahópinn eða svona að kynnast. Það er svona, já, verður svona mikið í kringum bara fjölskylduna, þú veist, bara kannski það sem það áður voru að geta spjalla saman, kannski eitthvað er svona að koma inn aftur og svona meira svona sammenning og svona það er eitthvað samt blóm líka, það er svona það er mikið af blómum og eitthvað svona í kringum hjá okkur getur verið þessu svolítið mikið bara í náttúrunum kannski eða hafi áhuga á kannski eitthvað fleiri sko en það er eitthvað svona og það getur verið að það sé líka manneskja sem að er að koma inn og er til eitthvað aðstofar og eitthvað fleiri sko. Gæti alveg þýtt það. En svo kemur hérna bugs, insect, það er svona pöttur. Do not quarrel with your friends. You are surrounded by flaming gossip. Choose friends carefully and do not give information about you. Það er samt svona eins og þið þurfa að passa ykkur, kannski ekki,
getur verið eitthvað hérna í kring sem að virkar eins og vinur eða vinkona eða eitthvað en er bara svona ekki alveg að segja það sem að já, er kannski að fara á bakvið og er kannski svona að reyna að fá upplýsingar eða eitthvað svona til þess að geta gossipað eða eitthvað slíkt sko. Það er bara, náttúrulega er alltaf eitthvað svona fólk í kringu hjá okkur sko. Og bara passa sig, þannig að ekki vera kannski opinn eða eitthvað slíkt sko. Svo fengum við hérna líka þetta hér. Hérna. En já. Skulum við bara halda áfram með spána. Það er einhverja góða fréttir að koma inn. Ákvörðunartaka. Og það er svona eins og ég kalla svona level up. Hvað meira fyrir mig inn á þetta sem sjá er að vita. Gæti verið að þessi búin að vera að díla við eitthvað svona kringu okkur sem svona kemur svona drama, kontról og svona eitthvað svona. Gæti verið þessi kannski í eitthvað svona stöðu kannski yfirmannsstöðu eða einhverju svona þau þurfa að hafa stjórn á svona bara öll í kringum hjá okkur. Hvort sem eru kannski ef þau eru að vinna bara heima þá er þetta bara svolítið að þið svona þurfa að taka ákvarðanir og eitthvað svona sko. Og það er svona eins og það sé eitthvað svona innan fjölskylduna eða eitthvað svona, eitthvað svona, já. Hvað svo þessi gangi? Svo sjá hvað meira fyrir megina. Gæti verið að þeir sé að fá svona, já, eitthvað svona ábyrgðarstöðu kannski. Það er eitthvað samt í það. Þið þurfa að, hérna, bera ábyrgð á okkur. Queen of Wands hérna. Og Knight of Swords. Þið fáið 2 Knights of Swords erum við hérna. Og hérna. Það getur verið bara kannski 2 manneskjur kannski sem í kringu hjá okkur, sem að sýna okkur á að. Getur verið einhver ljónsmerkinu. Það er hérna, það er svona kannski 2, já kannski þessi 2 ákvörðunartökur líka. Það er 2 fréttir. Já, en það er hérna tvíburi, vatnsburi og vog og hrútuljón og bogamaður. Já, en það er, við skulum bara fá meira hérna. Það er eitthvað svona líka, eitthvað svona,
nýtt samband hjá einhverjum minna að koma inn eða svona breytingar í ástamálunum eða það eitthvað hlut í gangi eða það þeir eru að fara að svona plana eitthvað saman eða eitthvað og svona það eitthvað svona ákvörðun að taka með það það eins og að sé já, það getur verið plan svona að fara að gera eitthvað saman og eitthvað hlut svona með framhaldi og þetta nýtt samband þá er þetta svona að plana með framhaldi hvað verður eða svona já og verður svona mikið samskipti þetta á milli það verður rosalega mikið svona samskipti á næstunni og hjá okkur með það er þetta fullt af fólki sem lítir upp til ykkar líka og er að leita ráða til ykkar og eitthvað svona það er svolítið þannig þeir eru svona upp og neð já, fólk treystir ykkur og eitthvað svolítið hvað ætla að meira já, þetta sjá svona eitthvað með ástamálin þeir sem eru single það er að sjá að heyra vita fyrir komin 21 já sjá að heyra vita fyrir megin og svona single já ég fæ hérna það finnst ykkur eins og þessi svona föst og geta ekki og svona ykkur vörn og eitthvað getur verið bara svona kannski umhverju eða eitthvað svona sem er að hafa áhrif á okkur eða eitthvað en svona já það er eins og það er svona eins og búið að vera eitthvað svona kringu okkur sem er eins og kameljón við veitum ekkert hvað þið hafa þessa manneskju kannski og þeir svona er að finna út því kannski já hvað er að gerast í ástamálunum á næstunni það er hérna Queen of Swords það er tvíburi með já kannski þið tvíburi, vaspuri og hérna Ógin getur verið hérna einhverju þessu merki það getur verið eitthvað svona með eitthvað svona plön og eitthvað og svo er önnur kvinna það er tvær hérna kannski þurfum við að taka ákveð á milli eitthvað tvenns eða svona hvað þið vilja og svona þið eru bara svona svolítið svona vitið þið raun og veru ekkert hvað þið viljið það er bara svolítið þannig það er hérna að samband að koma inn hérna og eitthvað samt við 1 mánuð eða getur verið eitthvað svona nýja fréttir eða eitthvað nýfarnar að tala saman eða eitthvað já og það er bara svona eins og já þið eru kannski bara ekki raun og veru ekki tilbúin að taka minna ákvörðunar eða eitthvað og það er eins og þið já segja eitthvað svo leið en það er svona áhuga 2 manneskjum sem er kannski hjá okkur núna getur verið þetta ekki sé að vera þetta en það var allan að krabbi, fiskur og sporðdrykkja það er ekki að vera endilega sem stjörnumerki en það er svona einn svona kannski meira opnari eða einn meira opnari og hinn svona meira svona lofi-dofi eða eitthvað, veit það ekki. En svo gæti þetta verið náttúrulega bara eitthvað. En þeir sem eru í sambandi
vona. Já, það svona eins og, þetta eitthvað svona ströggl í vinnu eða eitthvað slið sko, eða eitthvað tengt vinnu og getur verið kannski eitthvað skona vinnutap eða eitthvað slið í sig, þetta ekki tengist ekki peningum, þetta bara svona, þetta getur verið eitthvað svona í kringu hjá okkur sem að það svona eins og eitthvað söknuður eða eins og smá eitthvað svona sorg varðandi eitthvað getur verið eitthvað svona bara í kringu hjá okkur eða eitthvað. En það allan að verður, sko, já, það eins og það þurfir svona að bíða með eitthvað, getur verið eitthvað, sko, að þetta getur varðað eitthvað svona veislu eða eitthvað plan og það, þú veist, að svona, já, það eitthvað svona að þurfa að bíða með eitthvað og með eitthvað ákvörðuna eða eitthvað, sko. Annars bara mjög gott, sko. Það eitthvað voða erfitt hjá okkur með að finna eitthvað vitulegt úr þessu, segir svo þess. En við skulum bara halda áfram. Það svona heildarmyndin já, fyrir með þessu. Það svona, eins og þetta hér, það svona samskipti og eitthvað svona sem detta inn og það bara getur verið núna bara, ef það ekki komið þá það bara, sko, byrjað og það bara svona eins og að það eitthvað svona, já, eitthvað ósætti varðandi þetta, sko, það getur verið eitthvað öðrum aðlum eða eitthvað, sko, þeir sem eru að sækjast í svona drama kannski eða eitthvað, ég veit það ekki. Það kannski eitthvað varðandi stjórnun og eitthvað að reyna að hafa áhrif á ákvörðunartöku eða eitthvað, sko, hvað þið að gera. Og svona afskipti kannski. Eitthvað meira fyrir megina. Eitthvað meira fyrir megina. Svo mér finnst það, sko, þið búin að ganga í gegnum eitthvað svona smá hjalla eitthvað og getur verið varðandi eitthvað samt við peningaútlát og eitthvað svona, þeir eru svona, búin að því og það bara eins og, að núna eru þau svona bara bíða. Getur verið, þeir eru svona, búin með þetta næsta og svo bara eins og, já, nú þurfum við að vera að bíða og svona sjá hvað verður eða eitthvað slið, sko. Og gæti verið að sé svolítið bara svona, já, svolítið, já, bíða eftir hvað kemur út úr þessu eða eitthvað. Hvað meira fyrir megina. Knight Wands, Five of Cups, Six of Pentacles. Það gæti verið að sé bara eitthvað svona kringur á okkur sem svolítið svona bara að draga eitthvað niður, það gæti verið eitthvað sko. Það svona ágjur og svona búið að vera svolítið mikið stress í kringum þetta. Og kannski verður þetta eitthvað svona sem
eða svona eitthvað búið áframhald úr sem er að fara svona, já, svona kannski loka á eða eitthvað, getur verið. Já, svo meira fyrir megina, úlöpöksan, já. Já, það er bara svona eins og ég sagði, það er bara svona eins og svona næst 3 mánuði þá sko eru þið bara svolítið að bíða svona og þeir eru búin að vera kannski að því en það er eins og þeir eru svona að sjá hlutina af svona betur ljósi hvernig nú á að gera hlutina og eitthvað svona hvað á að gera á eitthvað hlut sko og það er bara eins og að já. Já, mér finnst eins og þau þurfa svona að minna úr ykkur að ná ykkur í jafnvægi með eitthvað sko og það er eitthvað svona eitthvað kannski frétti sem þið fáu kannski eða eitthvað sko og það er bara svolítið þannig að þú veist að þið eru svolítið að halda ykkur svolítið föstum sko en já þetta er bara það sem ég sá hjá okkur núna, ég ætla að láta þetta duga vonandi að gera þetta eitthvað fyrir ykkur. Bye.